Jói, hvar fer þetta frá Þór KA í dag? Sko, ég ætla bara að byrja á að óska FH til hamingju. Það áttu þannig sigur bara skilin. Og ég ekki endilega ósáttur með liðið mitt eða stelpurnar í dag. Við leggjum okkur fram, en það var bara meiri orka í FH og það gerir þetta bara betur. Og það litar oft leiki að þurfa að elta mikið og við eltum í rauninni allt og lengi. Þegar þú fer að elta þá breytir svolítið það sem þú átt að gera og líka andstæðingurinn. Og þú getur endað eins og við að þurfa að opna svolítið illa tilbaka og það nýtist lið eins og FH mjög vel. Ef ekki bara segja að mjög heimskulegu svona hvernig við vörðumst í förstu leikatri í fyrri hálfleik þegar það skora fyrsta mark leiksins. Það hafi í rauninni bara sett svolítið alvarlegt strik í reikningin hjá okkur í dag. Þú fær gult spjald í seinni hálfleik. Mig langar að spyrja út af hvað gerist? Ég veit það ekki. Einhverja nýja línur. Við vorum síðast að fá bréf held ég bara í vikunni einhverja breyttar. Það greinilega mikið að gera hjá dómaranefndinni. Og þetta eitthvað, ég veit ekki hvað við vorum að gera. Við kölluðum inn á. En engin dónalegur eða neitt, sko, ég ætla ekki að vera, ég veit það ekki. Það var engin dónalegur, engin aggressífur, það var ekkert að gerast í þessu leik. En ég tek þessu gula með bara stóískri ró. Það voru einhver köllarna eftir mögulega 8 sekúndur á Söndru. Ég var svo sem ekki að tella þetta sjálfur, þannig ég veit það ekki. En voru að fá bréf bara í vikunni núna á miðju tímabili? Nei, það ekki sem skiptir máli. Það bara einhver uppbytunarreglur, eins og ég segi. Það bara mennur eitthvað að taka til í regluverkinu. Það greinilega nóg að gera og mörg mál sem berast á borð dómaranefndar og þetta var eitthvað með hámarksfjölda þeirra sem hitt upp í einu. Okay. Hvernig metur við bara stöðuna á liðinu núna? Tveir leikir fram að landsleikjarliði, hvernig staðan ás? Akkurat núna staðan þannig að við erum bara bogin og brotin, ekki brotin, bogin og beygluð, en og líður illa og ég vorkenni stelpunum alveg skelfilega mikið því að við erum í síðustu 2 leikjum, bæði á móti FH og Þrótti sem eru 2 af þessum sterkustu liðum og í þessu móti, Íslandsmóti og þá vorkenni ég stelpunum mínu fyrir það að þær gera svo mikið en svo bara við, ég veit ekki hvort það vanti eitthvað svona dráps eðli ef það eitthvað sem hægt að segja fólk í íþróttum. Til þess að klára stöðuna sem við erum að koma okkur í og við teiga andstæðingarna vantar okkur þennan óþokka í okkur. Þetta svona eins og það úrslita mark út í garði og hrindir litla systkininu og skorar þetta mark sko, og vantar þetta pínu. En akkurat núna staðan bara þannig að við erum mjög þreytt lið en á morgun nýr dagur sem við ætlum að hvíla okkur. Svo laugardagur og sunnudagur og svo fáum við sprækka blika þannig að við sjáum bara hvernig staðan verður eftir það en hún annars ágæt núna. Það bara endurheimt á stelpunnar helgina? Já, við erum svo sem með, þetta bara safna orku, við getum ekki gert neitt annað, það bara, og svona aðeins að reyna að létta til hjá okkur líka, við þurfum að finna þetta drápseðli því að stelpunnar gera mjög mikið, við erum að gera mjög margt, við erum að bæta okkur á mörgu sviðum, þetta verðum við að laga. Svo erum við að gefa alls konar fíflaleg mörk sem náttúrulega það erfitt að díla við það og gefa 3 mörk í dag, ekki það að við svo sem vorum að skvetta þessu pínu en svona 2 föst leikatriði og svo þegar við erum farin að elta dálítið og skvetta fólki fram þá kemur 3. en þessi mörk og föstu leika við eigum ekkert að gefa þetta. Takk fyrir þetta, Jó.